Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og verið velkomin í spjall við Rauðaborðið svolítið hitamál. Til minni komin Arna Magnea Dangs, leikkona, kennari og áhættuleikstjóri og sumir segja mannréttinda aktivisti. Takk fyrir að koma. Já, takk fyrir að hafa mig. Þú ert nú búin að skrifa margar góða greinar í gegnum tíðina. Núna nýverið las ég greinar eftir því svona frekar sláandi eiginlega svona hálfgerða vakningu eða hvað þetta að hvetja lesendur til þess að bregðast við þessu ástandi sem að núna hefur skapast í Bandaríkjunum og kannski öllum heiminum eftir valdatöku Trumps í tengslum við svona afstöðu fólks til trans fólks, það ekki? Jú, en transfólk rauninni bara kanarifuglinn í kólanáminni. Já. Við erum bara svona fyrst og það sláandi og það hafa aðrir skrifa greinar það að sagan sé endurtaka sig. Já. Og margt í svona bók Trump, svona leikbókinni hans og hvernig hann að gera hlutina nákvæmlega sama og var gert í Þýskalandi fyrir 1933. Það að segja áður en nasistar tóku völdin. Hvernig þeir spiluðu á þjóðfélagið, hvernig þeir ýttu undir andúð og hatur. Ekki bara gegn gyðingum, heldur öllu fólki sem að þeim hugnaðist ekki. Og þar var til dæmis hinsegin fólkið fremst í flokki og rómafólk og Pólverjar. Sem sagt ólulegir innflytjendur þó það var nú ekki þannig á þeim tíma því að þá var svona meira það að fólk bara flakkaði frjálst á milli landamæra. En þetta var sem sagt fólk sem að var þyrnir í augum nasistaflokksins og það notaði og bjóð til andúð gegn þessu fólki markvisst til að fá vinsældir og til að vera kosnir og fengu í lið með sér íhaldsmenn sem að héldu að þeir gætu bara stjórna þeim. En það náttúrulega fór þannig að íhaldsmennir enduðu líka í fangelsi, eins og allir pólitísku andstæðingar Adolf Hitlers. Og þetta gerast nákvæmlega það sama núna, ekki bara í Bandaríkjunum, heldur við erum að sjá þetta gerast með AfD í Þýskalandi, sem að rauninni, má segja sér svona arftaki nasistaflokksins, og við erum að sjá þetta gerast á Ítalíu, þar sem núna forsætisráðherra sem barnabarn Mussolini og hefur afnumið til dæmis rétt fólks af sama kyni til þess að gangi í hjónaband og rétt fólks af sama kyni sem í hjónabandi til þess að vera löglega skráður foreldrar barnanna sinna. Það bara annar aðilinn sem fær að vera skráður foreldri. Núna Trump að gera nákvæmlega sama í Bandaríkjunum og þau ráðast fyrst að transfólki að því að transfólk svo lítill minnihluti. Við erum að tala að transfólk sé svona cirka 1% af mannkyninu. Það samt sem áður, 1% af mannkyninu samt 80 milljónir. Og það voru 60 milljónir sem að fórust í útrýmingabúðum, 6 milljónir sem fórust í útrýmingabúðum nasista. En við erum að tala að núna markvisst verið að reyna að útrýma 80 milljónum einstaklinga á heimsvísu sem graf alvarlegt. Og þetta byrjar með þessari lagasetningu, það ekki? Hann bara setta hann ekki lög eða hvað gerði hann til? Hann gerði forsetatilskipun sem í Bandaríkjunum það þannig að forsetatilskipun lög sem að þingið yfirleitt staðfestir og svona, hvað maður segja, það svona ákveðnar bæði lagalega forsendur en líka svona ákveðin hefð
fyrir því að þessar tilskipanir eru látnar standa. Já. Það hefur ekki gerst að forseta tilskipanir hafi verið alveglega mótmælt, þó svo að það var aðeins það í síðustu stjórn Bidens að republikanar lögðu sig upp á móti 2-3 tilskipunum sem hann kom með. Þannig að þessar tilskipanir munu án efa standa. En ef við segjum hlustendum og áhorfendum sem ekki kannski fylgjast það vel með að þá snýrist þessi tilskipun það að það væru einungis 2 kyn í Bandaríkjunum, það ekki? Lögleg. Það væri bara að vera 2 lögleg kyn. Já, það er bara núna viðurkennt karl og kona út frá og eins og lögin eru orðuð út frá getnaði. Nú eru vísindin ekki alveg á einu máli það, en þau eru öll samt sammála það að það ekkert kyn sem nákvæmlega ákvarðað við getnað. Það er ekki til. Vísindamenn vilja sumir meina að öll fóstur séu kvenkyn þangað til kannski 7. viku. Aðri vísindamenn vilja meina að það sé bara raunni ekki neitt kyn að ræða fyrir 7. viku. En það er allan ekki hægt að ákvarða að neitt einstaklingur sé kall eða kona við getnað. Með því að setja þetta í lög þá er raun að segja að annarkvort séu allir einstaklingar konur eða allir einstaklingar intersex og trans. Þannig að þetta mjög skrítið hvernig þetta sett fram. Það væri náttúrulega óskandi að þetta myndi snúast í höndunum á honum og ef hann heldur sig við, ef hann væri eldur uppi með þetta, sem sagt að þá hefði hann að vera að gera, þá myndi þetta sem sagt ekki snúast, þá myndi lögin ekki snúast gegn trans heldur með eða eitthvað. En málið hann er ekki að hlusta á vísindin. Hann hlustaði ekki á vísindin þegar kom að COVID. Hann mun ekki hlusta á vísindin gagnvart þessu. Hann er nú þegar búin að og er að leggja niður stofnanir sem að stemma stigum við loftslagsvá. Hann er búin að segja að það muni vera að bora mikið meira eftir olíu og gasi. Hann er búin að leggja mikið meiri áherslu á alls konar orkuvinnslu, freka orkuvinnslu og gagnaver sem að taka alveg gífulega orku. Hann er búin að leggja áherslu og leggja fleiri 100 milljarða bandaríkjadollara í þróun á gervigreind á samaskapi, og hann er búin að leggja niður alfarið allar svona mannréttinda stofnanir innan opinbera geirans sem að kalla DEI, sem að stendur fyrir Diversity, Equity and Inclusion og stundum er að DEIA og A stendur þá fyrir Able Body og þannig að það er runni, hann er að leggja niður mannréttindi allra minnihlutahópa, ekki bara transfólks. En við erum fyrst, að því við erum svolítið, auðvelt skotmark, og við erum búin að vera auðvelt skotmark síðustu árin og svona kannski síðasta áratuginn bæði í Breitlandi og Bandaríkjunum. Hvenær kemur þetta bakslag? Það er nú talað svona bakslag til og Íslandi, sko. Já. Eru 10 ár síðan að það varð? Rauninni þá byrjar þetta svona hægt og rólega og kannski fólki svolítið, að óvörum áður en Trump kosinn. Það var þetta búið að grassera þetta svona á jaðrinum og svona á vefnum og hatriði runni fór aldrei neitt. Það var alltaf til staðar. Ótti og andúð. Ég meina hatrið sem að var í gangi 8. og 9. áratugnum gagnvart hinsegin fólki, gagnvart homum sérstaklega, að það fór svolítið í felur, að það varð ekki svona mainstream eins og ef maður slettir svona almennt, en það fór ekkert. Og síðan þegar Trump kemst til valda 2016 þá fær hatrið allt í nöröld og það fær viðurkenningu. Og síðan magnast þetta svona, í litlum selum og grúpum á netinu í COVID, og eftir COVID
þá það svolítið búið að ná vopnum sínum og það kemur margfald tilbaka og það það sem að svona fólk yfirleitt talar sem bakslag að því það verður var við það þá en við sem erum trans erum búin að vera vör við þetta rauninni í langa tíma og sérstaklega svona í síðustu 2 ár Trumps frá 2018, 19 ég myndi segja 2019 þegar hann að fara að undirbúa seinna kjörtímabilið þá fer hann að tala mjög sterkt til þessara jaðarhópa og öfga hægri hópa og öfga kristni hópa sérstaklega þannig að svona frá 2019 myndi ég segja að transfólk hafi fundið fyrir þessu bakslægi. Og þetta náttúrulega, þetta ekki bara einhver svona skoðun sem hann að tjá, heldur hann að beinlínis breyta lagarammanum þannig að það gerir það bara verkum að fjöldamargir eru þá bara orðnir ólöglegir einstaklingar. Já, þeir eru ekki viðkennd sem viðkennd þannig að við sem erum trans, intersex, kynsegin að við sem að föllum kannski ekki alveg inn í þessa kynja tvíhyggju sem svo kölluð að við erum bara lagalega ekki til. Nei. Og þegar þú ert lagalega ekki til að þá mjög auðvelt að beita þig ofbeldi vegna þess að þú ert ekki að beita manneskju ofbeldi því að manneskjan ekki til í lagalegum skilningi þannig að það náttúrulega hægt að beita þig ofbeldi sem mannesku en þú getur ekki sagt þetta út af því að ég trans þú getur ekki sagt þetta hatursklæpur og þannig að það minnkar lagalega vernd transfólks og síðan hann að tala og þegar byrjaður að leggja drög að því að stoppa alfarið heilbrigðisþjónustu við transfólk nú þegar hann búin að leggja drög að því að heilbrigðisþjónustu við transfólk yngra en 19 ára verði bönnuð á alríkisvísu og þegar fólk sem að þarf á lyfjum að halda meðulum að halda hvort sem að transfólk eða eitthvað annað fólk þegar það fær ekki lengur aðgangu lyfjunum sínum þá stutt í svona þetta andlega myrkur og nú þegar eru bara stóra stofnanir svona hliðstæða stofnanir á við Píeta í Bandaríkjunum og Breitlandi og víða farin að tala beint til transfólks bara ekki, það von það ekki gefast upp og óttin að bara mikið af þessu unga fólki unga transfólki, kynsegin fólki sem að passar ekki á einhvern hátt inn í þessa kynja tvíhyggju það muni gefast upp Já, og ég vil taka líf sitt Já En hvernig þá með málsvara þegar að fólk kannski í slíku vonleysi eru sterkir málsvarar í Bandaríkjunum, veistu það svona eins og réttinda baráttan Já, það eins og Human Rights Organization og GLAAD og fleiri stofnanir sem eru að berjast fyrir réttindum alls hins einn fólks bæði lagalega og bara með svona hvað segja með fræðslu vegna að fordómanir koma náttúrulega frá fáfræði og fáfræðin gífuleg ekki bara í Bandaríkjunum heldur bara heimsvísu hvað varðar transfólk það fullt af fólki sem heldur að við ákveðum að vera trans flest okkar fundu það frá blautu bassbeini að við pössuðum ekki ég sem fædd 1970 vissi að ég var ekki strákur þegar ég var 4 ára en ég vissi ekki hvað ég var, að ég hafði ekki orðaforðan, ég hafði ekki fræðina bak við mig. Þannig að eina sem að ég fekk að vita var bara að ég var skrítin og furðuleg og var eitthvað svona frík. Þannig að sem að olli náttúrulega ákveðni vanlegan og tók mörg ára að raunni berjast til þess að verða ég sjálf. En með aukinni fræðslu þá eru náttúrulega transbörn að koma út fyrr að þau vita hvað þau eru. Þau eru ekki bara með spurningamerk hangandi yfir sér að reyna að finna einhverja skýringar sem að getur hugsanlega verið. Ég held að ég væri álfabarn, geimvera og líka út af áreiti þá held ég á tímabili að ég væri bara eitthvað
bara púki eða djöfull, af því að það var svona þetta kristna ofbeldi sem að ég fekk. En núna með aukinni fræðslu og aðganga í internetinu, því internet ekki alls slæmt, að þá fullt af transbörnum að koma út fyrr. En það engin fjölgun. Ég meina, ég á frænku sem hún rúmlega 70 og þegar hún var í barnaskóla, hún örvhent, að þá var hún neitt til að skrifa með hægri og borða með hægri. Vinstri hendin á henni var bundin fyrir aftabak. Og þetta ekki lengur síðan, hún rétt rúmlega 70. Þegar við hættum að koma svona fram við örvhenta, sem að þá var talað væri milli 1 og 3% af mannkyninu, þá allt henni skausta upp í 30% og hefur haldið þar síðan. Þú veist, það að þessi fjölgun á meðal transfólks bara með meiri upplýsingu, að þá fleiri að koma út. Fleiri sem að hugsanlega fyrri kynslóðum dóu inn í skapnum. Þannig að það að búið til einhvern óttaka hvert 1% mannkyns náttúrulega fárlegt í stóra samhenginu. Þegar það svo margt sem að við sem bara tegund þurfum að berjast við. Eins og hnattlínun, að við skulum vera að eyða öllu þessu púðri, öllu þessu hatri, öllu þessari orku í að ráðast á hennan pingulitla minnihlutahóp sem að vill bara fá að lifa sínu lífi, sínu besta lífi í friði. Það það sem maður skilur ekki hvar ógnin og talandi nasismann og þá sem voru sendir í útrýmingabúðir, að því hún nefndir það áðan, þá voru náttúrulega örvhentir þar að meðal og það einhvers staðar man ég eftir lista, hann lengri listin yfir þá sem voru taldir vera sem sagt rétt dræpir. En og þá kannski fjallar það ekkert svo mikið það að þetta sé raunveruleg ógn eða sé ógn í einhverju raunverulega, heldur þetta kannski bara þetta vald, eins og þú segir, þetta auðvelt skotmark að því óöryggið til staðar, bæði hjá hópnum og hjá öðrum sem veit ekki alveg hvernig að taka þessu sem öðruvísi, einhverju sem öðruvísi, og þá sé það bara raunverulega hluta af einhverju valdníðslu aðferð að snúa sér fyrst, eins og núna, eins og þú ert að segja Trump, hann fyrsta skotmark transfólk. Já, ég meina að það ekkert sem saminar þjóð og bara við sjáum það í gegnum söguna. Það ekkert sem saminar þjóð eða hópa fólki eins og einhver sameiginlegur óvinnur. Við sjáum það bara líka, þannig eru íþróttir uppbyggðar. Þú veist, að ekkert saminar íslensku þjóðina jafn mikið eins og handboltaleikur, þar sem að það eru við gegn einhverjum öðrum. Og það að búa til við og þið, það nær að veiða atkvæði. Og þetta eitthvað sem populistaflokkar hafa skilið og gert mjög vel, og populistaflokkar hér á landi að gera líka með bara mjög, hvað segja, ég vil ekki segja góðum árangri, vegna þess að það ekkert gott við þetta, en þeir eru að ná árangri með því að ýta undir ótta og hatur. Hér á Íslandi hefur það aðalega beinst gegn innflytjendum og hælisleitendum. Samt sem áður þá eru staðreyndirnar bara út frá hagfræði segir okkur að hagvöxtur síðustu 10 ára kerður meira og minna af innflytjendum. Þannig að þú veist, en fólk sem að af einhverjum ástæðum ósátt út af alls konar hlutum, því finnst gott að geta kent einhverjum og geta bent á einhvern. Það í sumum tilvikum stundum verið að benda á einhver, þá hægt að benda á glæpi ákveðinu hópi, það hægt að draga fram eitthvað svona, ég vil láta þessi skökk, en maður bara skilur ekki hvernig hægt að búa til þennan óvinn úr hinsegin og transfólki, bara hvernig hægt. En eins og þú segir, það ekki eins og sé verið að hlusta á vísindin eða nota hennar raun neitt raunveruleika í þessum áróðri. Þetta bara áróður
og það bara búin til ógnin þá, ef hún ekki til staðar. Ég meina, sko, Berlín frá 1920 til 1930 var svona mekka hinsegin fólks. Það var hvergi annars staðar í heiminum þar sem var jafn mikið frelsi að vera hinsegin eins og í Berlín á þessum tíma. Og þar voru fyrstu aðgerðinar gerðar, þar sé kynstaðfestandi aðgerðir á transkonum og þær voru þó nokkrar, miklu fleiri heldur en fólk svona veit almennt um. Það allan að núna talið að þess aðgerðir séu skipta sko allan að svona 10-20, jafnvel fleiri sem vitað en málið að stofnunin, þar sem þessi aðgerðir voru framkvæmdar, Magnus Hirschfeld stofnunin, að þetta var eina fyrstu stofnunum sem nasistar réðust á. Fyrsta bókabrennan var sem sagt að brenna hinsegin bókasafnið þar sem allar þessar rannsóknir komið fram. Þannig að þeir reyndu að eyða sögunni og þeir reyndu að eyða öllu vísbendingum þetta fólk. Fyrsta fólkið sem að eiginlega fór í útrýmingabúðir var hinsegin fólk. En bara vegna smæða sinnar þá einhvern veginn í mannkynssögunni að því að það okkur óar fyrir fjöldanum af gyðingum sem að fóru í útrýmingabúðirnar. En ef við horfum á það hlutfallslega þá tókst nasistum nærri því að útrýma hinsegin fólki í Þýskalandi. Alfarið. Og það bara gífurlegt að ná næstu því 100% árangri á einum litlum hóp. En náttúrulega þetta náttúrulega tvíhyggja feðraveldisins, það ekki, sem í húfi svolítið. Þannig að einhvers staðar þetta... Þetta náttúrulega þessi valdastruktúr sem að kallað kynjakerfi eða feðraveldi, þar sem að á trónum toppir hinn hvíti sterki kallmaður, þessi föðurímynd sem að hefur allt vald. Og hann þarf náttúrulega að vera gagnkynhneigður og hann þarf að vera ófatlaður og allir aðrir eru honum óæðri. Þannig að þessi kynjahyggja í eðli sínu, þú veist, hún er andstæða við allt sem að við köllum í nútímanum mannréttindabaráttu. Og feminismi ekkert annað en mannréttindabaráttu. Þetta snýst mannréttindi rauninni allra jaðarhópa, kvenna þar á meðal. Og náttúrulega áherslan á konur að því konur eru helmingur mannkyns. Þannig að þetta rosalega stór hópur sem það að berjast fyrir. En það mannréttindi allra hinna jaðarhópana sem að fylgi með. Og ef við náum að svona vinda ofan af þessu kynjakerfi, þessu feðraveldi, að þá náum við miklu meiri árangri þegar kemur að mannréttindamálum. Og það alveg klárt mál. En leið og við náum einhverjum árangri, þá finnst þeim sem að hafa notið góðs að þessu kerfi, þeim vera ógnað og jafnvel eins og þau sé að missa réttindi. Já. En þú segir einmitt í greinin að hvetja fólk til þess að sjá raunverulega ykkar mannréttindabaráttu sem mannréttindabaráttu í heild, eða sjá það heildrænt og vísar þá í þessa frægu dæmisögu, þessi frægu orði mann ljóð, þetta er ljóð. Þannig að fyrst kom eftir sósíalistunum og ég sagði ekki neitt. Að því ég var ekki sósíalisti. Já, að því ég var ekki sósíalisti. Já, þetta sko... Svo kom þeir eftir þessum og ég sagði ekki neitt að því ég var ekki þetta og svo kom þeir og sóttu mig og það var engin... Til þess að segja neitt að því að það var engin til þess að hjálpa mér. Já, það var engin eftir til að hjálpa mér. Já, að því það var engin eftir til að hjálpa mér. Já, þetta þetta ljóð á við sko bara alveg hræðilega mikið í dag og það sem við erum að upplifa í dag í heiminum. En hvað finnst þér þá, hvernig svona, finnst þér viðhorfið á Íslandi svona? Það einhver svona sofandaháttur finnst þér núna gagvart
Algjörlega. þessu sem er að gerast. Það er rosalega sofandaháttur í þjóðfélaginu, ekki bara gagvart, þessari vá og það að, árlega hlutfallslega eru 4 sinnum fleiri transkonur drepnar heldur en sískonur og samt eru 70.000 sískonur drepnar ári sem er annað vandamál sem að það er alls ekki nógu mikla athygli, sem að er það sem er kallað kvennamorð og tíðkast út allan heim og það virðist bara sem að svona mannréttindabaráttu minnihlutahópa, kvenna þar á meðal sé oft í öðru sæti svona í þessu samfélagslega tilliti og í tali á milli manna og kvenna og kvára. Þannig að við höfum meiri ágjör af því að einhver pólitíkus ringir í einhvern skólastjóra. Við höfum meiri ágjör af því hvernig okkur gengur í handbolta. Við höfum meiri ágjör af því að halda vinasambandi við einræðisherra hingað og þangað heldur en að standa í lappirnar og segja við stöndum með mannréttindum. Og það er það sem að greinin er að vísi í. Sagan mun dæma okkur. Alveg eins og við sem ólust upp við að læra seinni heimsstyrjöldina og skildum ekki akkur fólk gerði ekki meira og sagði ekki meira og akkur fólk var svona meðvirt með nasistum í seinni heimsstyrjöldinni. Að við erum að horfa upp á nákvæmlega sama í dag. Fólk er meðvirt eða bara hreinlega sofandi gagnvart þeirri vá sem að er að gerast beint fyrir framann nefið á okkur. Þannig að þú hvetur náttúrulega stjórnvöld til þess að beinlínis gefa út yfirlýsingar stuðning eða fordæma til dæmis þess aðgerð Trumps. Já, Þorgerður Katrín utanríkisráðherra er nú þegar búin að gera það og bara við öll sem erum hinsegin erum henni afskaplega þakklátt fyrir að hafa gefið út þessa yfirlýsingu. En það er ekki nóg að utanríkisráðherra að gera þetta. Ríkisstjórnin þarf að gera þetta samhent. Og við erum ekki að sjá forsætisráðherra að gefa út neina yfirlýsingu. Eina yfirlýsingin sem hún hefur gefið út er að hún ætlaði að hringja í Trump og hún vonast þess að vera áfram gott ríkjasamband á milli þessara vina þjóða, sem að mér finnst bara undirlagi háttur. Og hún hefur smá ágjör að Grænlandi og hún ætlar að spjalla það, en við höfum rödd sem þjóð og við höfum sýnt það svo oft í gegnum tíðina að við höfum rödd og Íslendingar eiga fótspor út allan heim. Eins og ég segi í greinni, við eigum fótspor á Suðurskautinu, við eigum fótspor í hverju einustu heimsálfu á þessari plánetu og við eigum að nýta þessa rödd og við getum ekki bara að fala okkur bak við það að við séum lítil þjóð og lítil þjóð getur ekki gert neitt. Alveg eins og einstaklingur getur gert helling, þá getur lítil þjóð gert helling. Hvað getum við gert hvað myndur ráðleggja bara hlustendum og áhorfendum að gera? Hvar er hægt að byrja að svona sína stuðning í verki? Til dæmis fordæma á samfélagsmiðlum, í fjölmiðlum og annars staðar þegar hatursorðræða á sér stað. Ekki leyfa þessum bergmánsröddum að vera bara einar. Styðja við bakið á hinsegin fólki og sérstaklega ef þú átt hinsegin ættingja. Hlusta á það, sýna skilning. Það er fullt af hinsegin fólki og sérstaklega ungu hinsegin fólki sem er bara mjög hrætt núna. Og bara ég meina það er enginn sem er hinsegin og sérstaklega ekki transfólk sem að hreinlega bara þorir að fara í heimsókn til Bandaríkjanna núna. Og ég hef sagt að sem transkona er ég öruggari í Teheran heldur en ég er í Texas. Bara svo dæmi síðutekkin. Og samt er ástandi ekki, gáfulegt þar heldur. Þannig að við þurfum alla raddir upp á dekk. Og við tölum okkur sem, svona og notum oft samlíkingar þegar kemur að sjósókn og sjómennsku
og við séum hugrökk og fylgin okkur og þess vegna finnst mér bara mjög viðeigandi að við bara siglum í sömu átt, svo við notum þær samlíkingar að enginn okkar segja lúra í kojunni, að við mætum öll upp á dekk og við tökum til hendinni og við stöndum samhent gegn fordómum, fáfræði og hatri og við sendum út þær tilkynningar að við ætlum ekki að styðja við eða vera að meðverk með ríkisstjórnum sem verða ekki mannréttindi. Á móti hatursorða, því nú er það ekki eiginlega staðreynd að svona, það svolítið aukin hatursorðræða á Íslandi bara, svona á samfélagsmiðlum og í umræðinu eða hvað? Já, hún hefur verið svona gengið í bylgjum og fyrir svona 1,5 ári síðan þá var hún alveg bara rosaleg. Það var bara, það var varla hægt að opna samfélagsmiðla á þess að það væri ekki, einhver óþverri þar og jafnvel frá fólki sem var vel mentað og gegndi og gegnir ábyrgðarstöðum í samfélaginu var að skrifa mjög ljóta hluti transfólk sérstaklega. Þetta hefur náttúrulega rosalega áhrif. Kannski fólk þurfa að átta sig á því einmitt hvað svona orðræða hefur gríðarlega mikil áhrif, særandi og bara þetta lífshættulegt að viðhalda slíkri orðræðu. Já, sérstaklega þetta hættulegt fyrir þá einstaklega sem að stíga sín fyrstu spor sem eru rétt að koma út úr skápnum eða eru við það að koma út úr skápnum sem loksins búin að viðurkenna fyrir sjálfu sér að þau get ekki haldið í lýina lengur og það eitt hættulegasta tímabilið í lífi hinsegin fólks og það eru margir sem gefast akkurat upp þar þegar þú horfir í augu við sjálfa þig og þú veist að þú getur ekki haldið áfram að lifa í einhverju leikriti og einhverju lýi en á sama tíma þá óttastu það sem er hinum megin og þegar þeir mætir ekki nema hatur á samfélagsmiðlum og í fréttum og í athugasemdakerfum fjölmiðla og annað að þá er auðvelt að gefast upp á þessu tímapunkti og ég þekki einstaklinga sem að gáfust upp á þessu tímapunkti og þegar ég segi gáfust upp þá tóku sér degi líf og fyrir ungt fólk, jável sem að komið út úr skápnum og komið úr skápnum þegar það taldist vera örugt fyrir bara örfáum árum allt einu að upplifa að það þurfa að fara að fela sig aftur fólk að tala að fara aftur inn í skápin þannig að þetta hræðilegur tími fyrir hinsegin fólk sem sýnilegt komið út úr skápnum búin að uppgöta hvað það dásanlegt að vera ekki að lifa í lýginni hvað það mikið léttir hvað það svo miklu einhvern veginn fallegra að vera til sem það sjálfur heldur en í einhverju leikriti að þá vitum við að það skiptir engu máli hvað einhverju aðri segja að það alltaf best að vera bara að lifa í sínum sannleika heldur en að fela sig og þess vegna segi ég það að núna í dag að vissulega ég hef ágjör af hvað áhrif þetta hefur á syni mína ég hef ágjör af því hvernig þessar birtingamyndir birtast í gegnum þá en ég sjálf það skiptir mig engu máli hvað þú segir við mig ég veit hver ég ég veit hvað ég og það ekkert sem þú segir sem breytir því. En ekki einhver miskilningur að fólk til þess að veita þennan stuðning, sem sagt bara raunverulega að fordæma hatursorðræðu og raunverulega sína stuðning, að þá þurfi fólk endilega að skilja það eða skilja þig, af hverju þú trans eða hvernig. Mér finnst oft svona fólk segir bara
trans það eitthvað svona sem ég bara skil ekki og næ ekki utanum en sko þá hugsa maður bara ekki kannski þess þá heldur að bara eða þess að hvort heldur sem þú skilur það ekki eða sjálfur skilur, erum við ekki alltaf að biðja þennan bara mannréttinda stuðning eða bara mannlega stuðning við einhvern sem öðruvísi þótt þú skiljar hann ekki þá erum við bara að biðja að stuðning þótt að menn séu Ég þetta bara snýst að bera virðingu fyrir náunganum sem að nú eitt af grunnstefanum í Biblíunni og í Nýja testamentinu og í boðskap Jesú Krist og mikið af þessum hatursöflum nú sífellt að þykjast vera að ganga í hans fótspor en það svo fjarri sannleikanum sem að bara framaskettur og það að bara bera virðingu fyrir ólíkum skoðunum ekki það sama og bera virðingu fyrir tilvist annara. Þú veist, þú getur haft skoðanir á því hvort þú viljir ananas og pizza eða ekki og þú getur borið virðingu fyrir skoðunum fólks sem að kýs aðra stjórnmálaflokka en þú getur ekki borið virðingu fyrir einhverjum sem hatar aðra mannesku út frá því að kannski að því hún fötluð, hún kemur frá öðru menningarsvæði, hún með annan húðlit eða aðra kynhneigð eða aðra kynvitund eða kyntjáningu þú veist, það að hata annað fólk út frá þeirra mannlega eðli og þeirra uppruna og menningu það ekki eitthvað sem við eigum að bera virðingu fyrir það ekki skoðun sem við eigum að bera virðingu fyrir utan það að mér finnst fáralegt að kalla það skoðun þannig að ég vil bara biðla til fólks að standa í lappinar og standa með hinsegin fólki og segja hingað ekki lengra og ef það einhver í kringu þig með svona innan gæsalappa skoðanir að bara segja þú veist ekki í mín eyru bara þú veist þetta barnalegt þetta vanþroskað þetta afskaplega fáfrótt og heimskulegt og fólk sem tala svona bara opinbera eigi fávisku. Nú komstu fram í skets í áramótasköpunu. Já. Það muna margir eftir þeim skets þar sem var verið svona ræða einmitt vandræðaganginn. Já. Að jafnvel þeir sem eru kannski ekkit með neina hattursorður eða það móti en eru samt í þessum blessaða vandræðagangi og veit ekki hvað að segja og kannski þá kjósa þá að segja ekki neitt eða það kannski svolítið vandamál líka? Já, ég meina þú veist ég fengi alls konar spurningar frá alls konar fólki og ég hef alltaf svarað þeim með hlýju og virðingu vegna þess að ég ger ekki ráð fyrir að öll viti allt og en þetta svolítið svona eins og þegar þú segir brandara ertu að segja brandara til þess að níða eitthvað eða ertu að segja brandara sem hægt að hlæja með að hlæja mót einhverjum ekki sama og hlæja með einhverjum og það sama með þetta ef þú ert að spurja vegna þess að þú vilt fræðast og að því þú ert að vandræðast og þú ert að gera mistök og vilt fá hjálp þá ekki bara þá veit ég ekki með eina einustu hinsegin mannesku eða transmannesku eða kynsegin mannesku sem ekki til í að veita þessa hjálp og það má vandræðast og það má gera mistök og ég meina að það bara fullt af hinsegin og transfólki sem gerir mistök Þannig að það mikilvægt að ræða málin núna og, já, ég veit kynsegin einstaklinga sem að þegar þau voru búin að átta sig á einn veruleika voru að ránkynja sjálft sig í töluverðan tíma að því að málfarið sem maður er búin að venjast og búið að kannski hamra í hausinn á manni það tekur smá tíma að svona forrita mann upp á nýtt og jafnvel sjálfa sig þannig að þú veist, það gera allir mistök og það í lagi það engin fullkomin en með þú bara nálgast aðra
með hjartanu og af einlægni, þá er þetta ekki vandamál. Og það er það sem sketsin er sketsin er að þú veist, það er í lagi að vandræðast og það má hlæja með okkur. Það er öðruvísi, já. Þannig að það opnar, ég hugsa einmitt að þetta hafi nú opnað umræðina. Já. En þú ert nú bara sinnir ýmsum verkum, en finnst þér núna eins og kallar það á þig bara út af þessu aðstæðum að bara þú verðir að fara að beita þér meira og svona eins og fara meira út í fræðsluna og aktivisman og svo leiðis? Já, ég meina, ég get ekki ætlast til þess að þú veist, restina af þjóðinni berjast með mér ef ég er ekki til að gera það sjálf. Og ég hef ekki, þú veist, eins og Kristrún Frostadóttir, þú veist, ég get ekki tekið upp síman og tala við Trump. Ég er alveg boðin til þess að gera það. Ég skal setjast niður með honum og hverjum sem er og ræða þessi mál. En svo framalega sem fólki þá tilbúið að hlusta, því er náttúrulega ekkert að ræða við fólk sem að bara mætir, þú veist, með hatrið í fardeskinu og er ekki tilbúið að hlusta á eitt eða neitt. En þannig ég er með rödd og ég ætla að nýta hana og eitt af því sem ég get gert það er að skrifa. Ég ætla nú ekki að skrifa hverju meinasta degi en ég mæti þar sem eru búið að mæta eins og hingað og ég skrifa þegar andinn kemur yfir mig og ég mun gera þú veist það sem ég get í þessari baráttu og fræða fólk sem að vill fræðast. Takk fyrir greinarnar, ég verð að segja að þær eru mjög bara góð lesning og upplýsandi og kæra þakkir fyrir að koma hérna að Rauðaborðinu á Samstöðinni og tala við okkur hlustendur og áhorfendur. Arna Magnea Danks, leikkona og kennari, áhættuleikstjóri og mannréttinda aktivisti. Kæra þakkir fyrir. Takk sömuleiðis, takk fyrir að hafa mig. Við tökum smá frímínútur og höldum svo áfram í samræðinu við Rauðaborðið. Takk. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.